Ég er 57 ára Já. og ég hef hafið tiltekt innra sem ytra. Vá, það er löngu tímabært, Dóra. Já. Þú ert alveg í rusli, bara alveg eins og ég. Já. Í þessu podcasti ætlum við samt að byrja bara á bókaskápunum. Já, því að bókaskáparnir segja mikið um hann, ekki satt? Jú. Bókaskápurinn er spegill sálar þinnar. Ok. Já, góðan daginn, Dóra mín. Góðan daginn. Ég ætlaði að byrja á því að segja við þig Já. að þú ert ekki dropi í hafinu, Nei. þú ert hafið í dropanum. Já. Er þetta ljóð? Ég heyrði þetta ekstra áður. Já, þetta er tilvitnun í mjög frægan mann. Já. Hvernig finnst þér að vera hafið í dropanum? Það er bara, ég skil það. Það kemur svona algjör slaki inn í mig. Þegar þú segir bara, þú ert ekki dropið í hafinu, þegar þú segir að ég sé hafið í dropanum, þá kemur svona, þá átta ég mig á, já, ég er allt. Þú ert allt. Já, og ég fer svona inn til mín, inn í sambandi sjálfum. Nei, þetta er tilvitnun í hann Rúmi. Já, býtu, hver er aftur Rúmi? Hann var persneskt skáld. Já, Já. ógeðslega frægur. Geðveikt frægur 1200 og eitthvað. Aha. Búinn að vera mjög frægur síðan. Jó, Hann er sennilega búinn að vera frægari en margir. Aha. Og lengur. Aha. En sérðu hvað við erum með hérna á borðinu? Já, við erum með melónu og kakao Já. og erum á mamma og erum búin að stilla upp svona fallegri mynd þar sem við erum eins og altarstafla og Og við erum með hér, gíraffa og búddastyttu. er þetta gíraffi eða er þetta önd? Þetta er gíraffi. Þetta er gíraffi. Já, Nei, en ég meina, er það gíraffi eða er það önd? ég meina, hver er munurinn? Þau eru bæði, þau eru eitt. Þau eru hafið í dropanum. Já. Er það ekki? Jú, þau eru hafið. En hérna... Ég ætla að segja annað í framhaldi af síðasta þætti Já. að ég kom á háum hælum í dag Já, mér finnst það mjög flott. Við skulum sýna háhæluna. og hérna, að því að mér fannst ekkert passa við þennan silki joggingalla sem að ég er í, Já. en háir hælar. Og þetta er náttúrulega hlut af hérna dark feminine, hérna loving the bitch. Já, þú ert að aktivera tussinni þér. Já, ég er að aktivera kvenleika, já, kvenleikan í mér. Já. Og mér finnst agalegt að ég fann ekki eyelinerinn í morgun sem segir allt um mig þegar ég ætla að vera ótrúlega sæt. Ég fann ekki eyelinerinn, þannig að ég er ekki mikið máluð. Þú ert mjög sæt samt, sko. Já, en ég er mjög sæt samt. Þú ert mjög sæt. Já. Steinar, þú varst að segja um daginn að L'Oreal kremið sem þú notar, að það gerði þig svo afslappaða. En þú sagði mér líka að þú væri búin að nota það í 20 ár. Finnst þér ekki afslöpuð? Ég get ekki sagt að þú sért búin að vera afslöpuð allir þessu 20 ár. Ég sá afslöpuð af því að kremin eru bara eins og personal trainer. Heldur manni stinnum og í formi og í lagi, þannig maður er alveg slakur. Já, þú meinar að maður þurfa að nota því svolítið tíma til þess að ná þessum árangur sem þú hefur náð. Algjörlega. Sko, ég er að spá í hvort að ég hafi fundið á mér og þú kæmir á hælum. Já. En sem ég datt í svo góðu brandari þegar ég var að keyra úr sveitinni í gær. Já. Þar sem háir hælar hálfan dalinn fylla. Og svo mætir þú í háum hælum. Já. En ég var að hugsa, því ég er í þessum pælingum núna, að aktivera svona, þú veist, að verða hafið og þegar þú sagðir þetta að þú ert hafið í dropanum, þá kemur svona, þá kemst ég onni í neðri part líkamsins, ég verð jarðtengdari þegar ég hugsa þetta. Sko, það er miklu auðveldur að vera allt heldur en að vera eitthvað bara pínlítið. Bara örlítið, já, það er eitthvað einmannlegt við það að vera eitthvað örlítið. Það er einhvern veginn, já, það er svo mikið svigrúm. Já. Það mátt vera allt. Já. Skilurðu? En ég var að hugsa, og ég ætla að klára að segja þetta sem að var. Mér finnst ég miklu sætari núna en þegar ég var tvítug. Ég fann nefnilega mynd, ég er búin að vera í rosalegri tiltekt um helgina, í geymslum, ég hendi nótum, þú veist, flautunótum frá því ég var að læra á flautuna þangað til ég var 15 ára og saxofónnótum frá því ég var í tónlistaskólanum. Þú veist, tónlist sem hélt alltaf ég myndi einhvern tímann spila aftur af því einhvern tímann spilaði ég það vel. Já, ég skilji. Og ég horfði á þessar nótur á þessum lögum og svo bara, ég hef aldrei tekið þetta fram, síðan eru liðin 35 eða 40 ár og þau fóru svona ofan í pappírstunnuna.
Þetta var rosa svona moment. Já, ég skal trúa því. Og það datt líka út úr möppu hjá mér úr gömlu myndaalbumi, mynd af mér, tvítugri. Og ég er mjög falleg, þú veist, ég horfi á mig, ég er með Steineyju 7 mánaða á myndinni. En þá, ég fór samt í tengsl við mig þarna, eitthvað sem fóru svona að renna á milli heima. Og ég held að ég sé fallegri núna en ég var þá. Þetta er skrítið, það er einhvern veginn vont að segja því að þetta var ég falleg þá. Og það fór þess að bara, ég er bara sáttari við mig núna en ég var þá. Þegar ég tengdi mig við mig 20 og 21 árs. Mér finnst að þetta var svona pælingur að segja, já, verður maður fallegri með aldrinu? Af því að svo erum við allt hitt, sko. Já. Þú veist hérna að við erum að reyna að halda okkur ungum en í rauninni erum við alltaf að verða fallegri. Já, ég held líka kannski bara, það er svo skrítið þetta þegar maður horfir á myndir af sér þegar maður er yngri, 20, 30 eitthvað. Þá hugsa maður, af hverju var maður svona óánægður með sig? Skilurðu? Af því að, þú veist, æskan er í eðli sínu bara falleg. Já. Mér finnst allt ungt fólk fallegt. Þú veist, það hefur ekkert með útlitið að gera, sko. Mér finnast bara börn og ungt fólk bara táknum fegurð, sko. En auðvitað skynjar maður ekki fegurð sína þegar maður er í henni. Þegar maður er ungur. Nei, ég veit það. Nú er ég í æskunni því þú hefur engan samanburð. Nei. Þú veist, nú erum við í hérna elders, þú veist, og þá höfum við samanburðin að vera í æskunni versus að vera orðnar, þú veist, Nei, ég er bara að segja, ég vildi að maður geti róað sitt unga sjálf, sem að var með svo mikla útlitskomplexa og óánægður með sig og eitthvað svona. Af því þegar ég horfi á þessar gömlu myndir, já, bara á okkur báðum og þú veist, vinum okkar, þá hugsa ég bara þetta, þú veist, hvað er að? Skilurðu? Þú veist, þetta er svo mikið... Lærdómur, það er það sem er að. Við vorum bara að ná okkur í fullt af lærdómi. Já, algjörlega. Er allt í lagi að líða svolítið illa þegar maður var ungur. En ég ætla að taka þennan bolla og ég ætla að blessa hann fyrir þig og gefa þér hann. Já. Ég ætla að setja góðar óskir í þennan bolla fyrir þig. Akkur ertu svona eins og setja fara að hlæja? Ég var ekki að fara að hlæja. Jú. Nei, ég var ekki að fara að hlæja. Áttu eitthvað erfitt með að vera einlæg í dag? Af því þú ert að vinna svo mikið í þinni bitch. Má ég sé alltaf vera það með svona sniði. Já, whatever, setja þú bara góðar óskir í þetta. Ok, Nei, en ég ætla að setja mjög góðar óskir í þennan kakabolla fyrir þig. Já. Og vona að þessi dagur verði þér til mikillar gleði, gæfu. Og Takk. allt með fara á þá leið sem þér hentar best núna. Vá, takk. Ég skal segja hvað ég var að hugsa og af hverju þú sást að ég var ekki alveg að hlusta. Af því að það var sem sagt light mail var að ritskoða það sem að Dark Female hafði sagt. Já. Þú veist, light mail var bara, nei, auðvitað viljum við ekki að ungu fólki líði illa. Það var það sem að light mail var að hugsa og það er alveg rétt, sko. Nei, ég meina, ungu fólki á bara líði illa. Það er bara the learning curve. Já. Skilurðu? Það líður öllum illa sem unga manneskja á einhverju tímabili, skilurðu? Það er bara vaxtar. Og light mail var sem sagt með kommenta það í hausnum á mér af því að það var kannski Dark Female sem var að segja af því hún er bara, halló, förum í gegnum þetta. Ef þú fer ekki í gegnum neitt þegar þú ert ungur, hvenær ætlar að fara í gegnum lektíurnar? Nákvæmlega. Hvenær ætlar að prófa og æfa vöðvana þína? Þetta er svo að tölum við lesum ævintýri fyrir börnin okkar þegar þau eru lítil til þess að byrja að æfa tilfinningar og heimurinn er allskyns og bara hafðu bækurnar nógu stórbrotnar til þess að börnin bara, wow, er þetta svona? Er heimurinn svona? Já. Deyr bróðir minn, þú veist, eins og bara í bróðir minn Ljónshjarta, þú veist, og er bara sá sem þú heldur að sé besti vinurinn, hann er bara svikari, eins og hérna í bróðir minn Ljónshjarta. Akkurat. Spáðu í barnabók, þú veist, til þess að opna sækið hjá börnum til þess að þau skilji að heimurinn er allskyns og þú átt ekkert nema sjálfan þig, sem að litli bróðurinn er, hann stekkur með bróður sinn á bakinu svo onni hérna, onni gjána. Á ég að óska þér í bollan þinn? Já, þú ræður hvað þú gerir. Elsku kakaóbolli, frá hjarta mínu sendi ég hið augljósa sem að er ástin og kærleikurinn sem að er hálendið og Ísland og náttúran og allt þetta og Steina er ástin. Takk fyrir. Ég þarf ekki að segja þér að þú ert það. Heyrðu, en þú veist það, hún Júlía Óttarsdóttir. Já.
dóttir hans Óttar sem að gera allar hérna útkallsbækurnar. Já. Það var hún sem að bera ábyrgð á því að kakói kom til Íslands. Heyrðu, það er... Hún er náttúrulega kakódrottningin. Já. Þannig að við skulum nú bara þakka henni fyrir að hafa kynnt þjóðina fyrir þessu. En nú eru náttúrulega allir á amma þeirra farnir að halda svona kakóserimóníur. Og maður jafnvel heima hjá sér bara bara hjón. Já, nákvæmlega. En hérna, bara þína skál, Chickawee og þína skál, elsku Dóra mín. Já, skál. Heyrðu, en ég undirbjó mig aðeins fyrir hennan þátt sem er óvanalegt. Vegna þess að yfirleitt undirbýr maður sig aldrei neitt. En að því ég var að segja þér og væri hafið í dropanum, þá langaði mér að segja þér sko að því ég held nefnilega ég sé komið með líkamsrækt fyrir okkur sem að geti bara leysi öll mál. Já, ok. En sem sagt sko, Rúmi, hann var persneskt ljóðskáld og mystíkur sem lifði á 13. öld. Já. Og hann er ennþá mest lesna ljóðskáld í heimi. Og hann tilheyrði súfismannum sem er sko svona spiritúal andleg grein innan Íslam. Já. Og talaði að þetta sé kallað hjartaslag eða sem sagt hjartsláttur trúarinnar. Aha. Og súfistar leita beinnar tengingar við hið guðlega í gegnum dans. Já. Hringdans, snúningsmunkana. Einmitt. Og núna hefur, sko ég nefnilega sá einhverja grein í einhverju blaði að nú er búið að rannsaka þennan dans snúningsmunkana og þessi vakustaug sem liggur í gegnum skrokkinn á okkur, dansinn þeirra sem sagt regulerar bæði sem sagt andlega kerfið okkar og líkamlega kerfið okkar. Vá, þetta sem maður var alltaf að gera þegar maður var lítill. Já, þetta er nefnilega nákvæmlega það sem krakkar gera. Og það var alltaf verið að banna manni það. Já, snúa sér hringið, þetta er svo hættulegt, þetta er svo hættulegt, svo hættulegt. En þetta að snúa sér í rangsalis eftir jarðarganginum, skilur því sólinn fyrir hinum einn og jörðin svona, það er sem sagt leiðin. Og já, þeir tengja við hið guðlega í gegnum dans, í gegnum þennan hringdans og tónlist, ljóð og hugleiðslu. Þeir trúa því að ástin sé leiðin til Guðs og að leyndarmál alheimsins búi innra með okkur. Hafið er í okkur, alheimurinn er í okkur. Og já, og þetta er kannski sko, þú veist, þetta gæti orðið svona okkar andlega diskotek ef við getum æft þennan dans að því þeir byrja á því að krossleggja hendurnar á brjóstinu og svo byrja þeir að sko ganga rangsælis til vinstri og svo byrja þeir að snúa sér og svo setja þeir hendurnar út og hægri höndina upp til Guðs og vinstri höndina niður til jarðar. Þannig náður tengingunni og svo snúa þeir sér og snúa sér og snúa sér. Og sko dansinn, þessi dans, hann róar sympatíska taugakerfið, streitukerfið í okkur og virkjar parasympatíska kerfið, sem ég veit ekki alveg hvað er. Og ef maður nær að læra þennan dans með öndun og mjúkri hreyfingu og tilfinningatengingu, þá er maður bókstaflega að regulera allan líkamann. Já. Með djúpri öndun, tengingu við hjartað og jafnvel að söngla með, þá örfum við vakustaugina og vakustaugin býr til meiri slökun í líkamannum, lagar meltinguna, róar hjartsláttinn og hjálpar okkur með tilfinningastjórnun. Þannig að ég held jafnvel að við séum að fara að æfa þennan dans. Og í dansinum, og þetta náttúrulega bara veit ég er satt, losa þeir líkamann við fastar tilfinningar, hreyfi í sér orkuna, auka vellíðan og sjálfstjáningu. Þú veist, þú er alveg fundið það hvernig maður getur losað orku með því að dansa brjálæðislega, skilurðu. Þetta er það system, sko. Þetta er fyrir þeim heilög athöfn sem þeir nota til að slökkva á huganum, kveikja á hjartanu, tengja líkama og anda í eina hreyfingu, auka innsæi og nánd við alheiminn og þetta er bæn, bara án orða. Já. Þetta er bænahald, þessi snúningur og ég held kannski bara að við ættum að prófa þetta einhvern tímann. Sjá hvað þetta gerir fyrir okkur. Ég heyrði í stúlku daginn sem á erfitt með að hugleiða, en ef hún sippar þá getur hún hugleitt. Já, kannski getur hún líka bara snúið sér í hringi. Já, það er ryþmi sko. Þú
Nákvæmlega. Hún er bara að sækja þessi ryþma og þá fær hún bara, og hún fær sendingar sko, Já. í sippinu. Það Hún er bara hún er að aktivera eitthvað þarna, Já, sko. já. Og með það að hafa hægri höndina upp Já. og vinstri niður, Já. að hægri höndin tengist himnum, guðdómi, andlegum veruleika, sólinni, sköpuninni Já. og geislum út á við. Já. Og hægri höndin táknar líka gjöf, viljastyrk og framtíðina. Já. Og vinstri höndin tengist jörðinni, móðurinni, innri veröldinni, tunglinu, þú veist, þetta er náttúrulega þá, Ok, einmitt. þetta er the feminine hérna, Já, tunglinu, móttöku, innsæi og fortíð og hjartanu, Já. það sem að hjartað er vinstra megin. já. Þetta er alltaf gaman að spá í þetta. Já, leið og búin að mannst þetta, því nú man ég ekki allt sem hún sagðir, Nei, þegar hún nei. las þetta upp. Ég ekki kann ég þetta bókar. En leið að maður kann myndirnar og þær verða manni eiginlegar, þú veist, ef maður er búin að ná myndunum alveg í sig, Já. þá bara stingur maður í samband, maður bara stingur í samband Já, við bara- tunglið, Já, móðurina, bara við og svo himininn. stingur í samband við himinin, quantum physics, Já. þú veist, maður bara stingur í samband, Einmitt. þú veist, og maður segir sér það bara, nú hef ég stungið í Já, samband. einmitt, nú er ég að tengja Já. himinn og jörð, Já. svo ætlum ég bara að snúa mig dálítið í hringi til þess að róa taugakerfið mitt Já. og ná betri Veistu hvað ég betra gerði? sambandi við hjarta mitt. Já, þetta er nefnilega, þetta er eitthvað með, sko, eins og í hérna nýju lífsýningunni, og þá endaði sýningin á því að allir brotnuðu og svona í rauninni fóru onni í jörðina, þú veist, brotnuðu onni í sárið, og það var svo ótrúlega sterk tilfinning í mér að ég að stinga hendinni upp í himinn. Já. Að ég yrði að ná í mótvægi. Þú veist, það væri ekki hægt að enda leiksýninguna onni í jörðina, Nei. heldur yrði að búa til leiðslu upp í heilunina. Já, ég skil. Og ég sá alveg fyrir mér að ég stingi hendinni inn í quantum physics alla tíma, öll sár og næði í heilunina fyrir salin, sko. Já, ég skil þig. Já. Þannig að þetta er alveg, þú veist, við erum alltaf, og þetta var bara innsæi mitt að vinna með þetta. Þú veist, ég vissi að þetta var nauðsynlegt til að loka kvöldinu, þú veist. Ég skil þig. Ég er bara allt í einu að tengja við þetta og ég er að fatta að já, ég varð að gera þetta Já. af því að allur leikhópurinn og sagan var komin ofan í brotið og ofan í svo mikla mennsku. Ég skil þig. Líkaminn veit þetta allt. Líkaminn veit þetta Já, nefnilega, sko. líkaminn er alltaf bara, þú Já, veist, en ég fór að hugsa svo mikið um þetta því að eins og þú sagðir áðan að því að krakka gera þetta, snúa sér í Já. hringi og þú veist, það má alveg draga þá ályktun út frá þessum dansi súfistana að börn séu að sjálfslækna sig. Já, já. Skilur, þau eru self-regulating, Já, einmitt. skilur. Já. Og þú veist, og það er náttúrulega líka að þetta er vitað að börn á stríðshrjáðum stöðum, Já. þau byrja að leika sér strax daginn eftir og búa til leik úr því sem þau höfðu upplifað. Já. Og það er líka að self-regulera, það er líka að heila sig sjálfan, Já, skilur já, við. já. Heyrðu, en mér langaði að lesa fyrir því ljóð eftir Rumi. Já, ég er svona grófþýtti það. En málið með Rumi er það að hann er rosalega blátt áfram. Þetta er svona mikið bara eðlilegt mál á þessu. Já. Þetta að vera mannlegur er eins og gistiheimili. Og hverju morgni kemur nýr gestur. Gleði, þunglindi, andstyggilegheit, einhver skyndileg vitund kemur eins og óvæntur gestur. Taktu vel á móti þeim öllum með upprópunarmerki. Jafnvel þótt það sé sorgarsveimur sem ryðst inn og tæmir húsið af húsgögnum þínum. Samt, sýndu hverjum gesti virðingu. Kannski er hann að rýma til fyrir einhverja nýja gleði. Þungar hugsanir, skömm, illvilji, mættu þeim hlæjandi við dyrnar og bjóddu þeim inn. Þakkaðu hverjum þeim sem kemur, því hver og einn hefur verið sendur sem leiðsögumaður að handan. Vá, Finnst þetta ekki flott? þetta er bara alveg geggjað. Sko þetta er nefnilega í þessu einhver galdur það að í stað þess að verða fyrir öllu sem fyrir ber er að mæta því. Já. Og mæta því af forvitni. Þú
þú veist, það kemur upp eitthvað erfitt, eitthvað neikvægt eða einhver eitthvað leiðilegur við þig eða eitthvað og þú takir því sem tækifæri en ekki sem einhverju sem þú þarft að hopa undan. Heldur, þú getur skoðað í þér, býtu nú við, hvað er þessi manneskja að kenna mér? Þú veist, einhver sem er, þú veist, vanstiltur á móti þér, hvað getur það kennt þér? Það getur kennt okkur að halda ró okkar, muna að vanstilling annarra kemur okkur ekkert við, skilurðu? Það er bara hvernig ætlum við að bregðast við því. Ætlum við að verða sárar og reiðar og spældar og minnka okkur og hverfa? Og kannski ekki ætlum við heldur, hvað vaknar í mér? Já, hvað vaknar? Já, það vaknar í mér spæling, sár, Af hverju vaknar það í mér? Því þetta er ekkert með mig að gera. Nei. Þetta er manneskjan sem er í ferðalagi. En þetta vaknar í mér. Býtur við, hvaðan kom það? Já, þú veist. Nákvæmlega. Já. En finnst þið ekki alltaf magna ljóð? Vá, þetta er æðislegt ljóð. Hefði maður ráðið við þetta, hefði maður heyrt þetta ljóð tvítugur, hefði maður ráðið við þetta? Já, ég held kannski ef að það hefði verið sagt við mann, mættu mótlæta forvitni, frekar en að, þú veist, leggjast í kör. Já. Ég held að ef þetta hefði verið innprentað í manni, þá hefði maður kannski, ekki verið svona viss það að maður þyrfti einhvern veginn að bogna undan mótlæti. Nei, en tilfinning fyrir tímanum var svo skelfileg þegar maður var ungur. Ég veit það. Að manni fannst tíminn svo óendanlega langur og mikill. Ég fór í Tai Chi í Kramhúsið og eftir mínútu, ég hef aldrei talið eins margar sekúndur eins og þessa klukkustund. Þegar ég var 19 ára eða 20 og ég var að reyna að komast í gegnum ég kláraði tíman. Þetta er lengsta klukkustund sem ég nokkuð tíman lifað. Að gera hreyfingar svona hægt. Núna get ég það, ekkert mál, ég elska það. Ég elska að fara inn í Það er bara því að tíminn inn í þér er orðinn allt öðruvísi. Já. Núna get ég þetta, ég gat þetta ekki þá. Já. Ég hugsaði mikið þessa persónu þína sem fæddist í síðasta þætti. Já, fjallatussuna. Já. Og ég bað ChatGPT að skrifa fyrir okkur leikþátt. Já. Fyrir 2 tröllskessur. Fjallatussu annars vegar og fossatussu hins vegar. Skilurðu? Er einhver munur á þeim? Sko, ég skulle bara lesa fyrir þig hvað tjattið sagði. Já. Sko, ég bara veltaði fyrir mér af því að nú erum við bara, ég er bara svona rétt búin að renna yfir þetta þannig að þetta bara, ég sagði að þetta væri á íslensku þannig við gætum lesið. Ég er ekki búin að æfa hlutverki. Ég veit ekki alveg hvernig við eigum að leika þær. Nei. Og hvað leggur þú til? Ég legg til Eigum að fara í svona skúffuleik, svona tröllskessuleik, eða? Ég held að við höfum bara að byrja að lesa það fyrst neutral og sjá hvort það byrji svo að koma einhver rödd. Byrja neutralt og svo sjáum við hvort að hlutverkin kalli á eitthvað annað. Þá bara umsvifalaust hlýðum við kallinu. Akkúrat. Heyrðu, nú er ég búin að stækka textan hérna á tölvunni minni svo mikið að ég get lesið þetta. Þú ert með gleraugu. Ég ætla að vona, þú veist, ég ætla bara, trigger warning, Dóra, letrið er mjög stórt. Ég vona að það minnir þig ekki á eitthvað hræðilegt og þú farir að grenja þú sér hvað textin er í stóru letri. Trigger warning. Letrið er mjög stórt. Það getur allt verið trigger. Já, ég meina það er bara, þú veist, fólk er svo hel triggerað. Trigger warning. Ég ætla að fá með melónu, Steina. Já, ég ætla líka að fá með melónu. Dóra, sjáðu. Hvað? Sjáðu. Já, sjáðu. Langflottasta gleraugnabúðin. Hefurðu heyrt með melónurnar eat alone or leave alone? Eat alone or live alone. Or leave alone. Or leave alone, hvað þýðir það? Þegar þú borðar melónur, ekki borða þá neitt annað, slepptu því frekar borðar. Af því að maður á ekki að blanda ferskum melónum saman með annan mat sem maður er að borða, af því það er eitthvað í melónum sem getur gert það verkum að maður fær létta magapínu og borðar eitthvað annað með þeim. Má drekka kakao með þeim? Það má allt, en það getur vel verið að við fáum í magan. Það kemur í ljós. Eat alone or leave alone. Já, eat alone or leave alone. Borðaðir einsamlar. Ég fór að hugsa hjónabandið.
Já. Þú veist að maður á bara, þú veist, ég fær bara að hugsa, já, þú veist, ef maður er með mannu sínu bara eat alone, þú veist, honum, og leave alone, þú veist, ef maður ætlar að vera með öðrum líka, þá gæti komið Mér finnst líka bara nafnið Eat Alone dálítið flott. DJ Eat Alone. Já. Dóra, hefur þú komið til Nice? Ég veit, hún heitir Nice. Já, Það er mjög ég næs hef í komið til Nice. Nice. Það er Nice. Já. Já, ég veit það. Og Það er Nice og í að Nice. því að Icelandair byrja að fljúga okkar beint síðastlið sumar, Já. þá í fyrsta skipti í staðan fyrir að vera búin að vera í löngu ferðalagi og drífa sig þangað sem maður var að fara, þá sem bara eitt flug og þá vorum við nokkra daga í Nice áður en við fórum eitthvað annað í Suður-Fraklandi. En það er Nice í Nice. Ok. Mér finnst eins og sért eitthvað áhugalaus þessa Nei, senu, Dóra. ég hlakka mjög mikið Já. til. Dimmt vott hellisskóland við rætur fjalls, þar sem fjallatussa, grjóthörð trollkona með hári eins og mosi, situr á steini og nagar á kindabeini. Fossatussa, blaut og gljáandi tröllkona með hár sem líti út eins og foss, kemur labbandi með drullugan poka yfir öxlina og þú ert að sjálfsögðu fjallatussa. Ok. Hlær gróflega. Hvað dregurðu með þér núna, Fossatussa? Er þetta enn eitt bóndinn sem synti of nærri fossið þínum? Fossatussa, brosir breitt, sýnir gular tennur. Ekki alveg, systir mín, þetta er betra. Opnar pokan og dregur út blaut stígvél. Fann þetta í ánni minni, maðurinn var of seinn að hlaupa en stígvél hans lifði af. Kastar stígvélinu til fjallatussu. Snýr stígvél í höndum sér hlær. Ó, hvað þetta er ljúffengt. Ekkert smakkast betur en vonbrigði ferðamanns. Manstu þegar við borðuðum heilu fjallgönguhópana. Þeir héldu að við værum sögulegar steinmyndanir. Já, og hversu fljótt öskruðu þegar steinmyndanirnar opnuðu munninn. En segðu mér, systir, hvað hefur þú gert til að skemmta þér? Fjallið þitt lítur að vera fullt af nýjum fórnarlömbum. Ég lét nokkra ferðamenn villast í gær. Skildi þá eftir í helli með aðeins einu blisi til skemmtunar. Þeir halda enn að þeir finni útgönguleið. Einn þeirra grét svo mikið að ég næstum vorkenndi honum. Næstum. Ó, fjallatussa, hjartað þitt er enn of mjúkt. Næst skaltu draga þá í ána mína. Ég lofa að láta þá svamla þangað til þeir gleyma nöfnunum sínum. Samþykkt, en aðeins ef ég fæ að borða þann sem öskrar mest. Þá er það ákveðið. Komdu, systir, við skulum finna okkur nýtt fólk til að gleðja í nótt. Tröllkonurnar ganga hlæjandi inn í myrkrið, steinarnir marra undir fótum þeirra og fjarlægt öskur ferðamanna bergmálar í nóttinni. Where's the next hotel? There's no GSM connection here. Where's our bus? Does it rain so much here? Why is there no vegan restaurants? didn't say I needed some raincoat for this trip. Are you wearing Gore-Tex shoes? Shut up! Segjum við þá. Já. Hvernig fannst þér þessi leikþáttur? Þetta er mjög skemmtilegur. Þetta er góð byrjun Þetta er góð byrjun. á þessu Já, verki. og kannski bara góð endalók líka. En fannstu hvað þær komu strax inn? Ég hélt ég ætla að fara að Já, lesa eitthvað. sko. En leið og lýsingin kom á hárin á þeim og útlitun á þeim, þá voru það bara komnar í skrokkinn á okkur. Já, nákvæmlega. Þú veist, en ég þurfti ekki að plana neitt. Það er bara orðin bjuggu til myndirnar. Þetta er að vera generator. Þetta er að vera Ég generator. þarf ekki að fá neina hugmynd og ég þarf ekki að vera búin að ákveða áður en ég legg af stað. Nei. Bara svo heyri ég eitthvað, þá er tilboðið komið og þá opnast eitthvað í orkunum minni. Þú veist, þannig fungerum við. Heyrðu, en af því að síðasta vika var svo þung og Já. manstu, við vorum svo mikið að ræða þetta innrabatt sem var svo fyrirferðarmikið og erfitt og þú veist, alla triggerana og allt þetta. Sko, þegar við verðum sjálf meðvituð hugsanir okkar, þá er það alltaf þetta hver er að hugsa það sem við erum að hugsa.
Þegar við segjum, af hverju ég nú að hugsa þetta? Já. Skilurðu, þá það eins og yfir sjálfið eða sálin sé að rannsaka hvað persónuleikin að gera. Og það var svo kýrskýrt fyrir mér helgina að sko sálin eitt og sálin miklu stærri heldur en líkaminn okkar og persónuleikin okkar. Sko persónuleikin okkar kemur frá foreldrum okkar. Hann mótast þar. Og í því sem, og við fáum líkamann frá foreldrum okkar og við fáum persónuleikan frá foreldrum okkar. Og í þessum persónuleika fylgir líka öll saga á okkar, þar að segja ættboginn allur þar með. Og DNA-ið. En sálin okkar, æðrar sjálfið, eða sálin held ég bara, hún annað. Hún og svo það sko, svo það sálin sem við finnum stundum fyrir, til dæmis ef við erum einhvers staðar að verður rafmagnslaust, þá allt í einu byrjum við, og við sjáum ekki, þá byrjum við allt í einu að skynja með öllum líkamannum, bara að lesa með bakinu, skilurðu, þá eins og við kveikjum á sálinu, þetta þekkja allir þetta. Þegar kemur dynkur og maður hrekkur við, þá einhvern veginn eins og kveikni á sálinni og á fleiri skilningavitum heldur en bara augum og eyrum og öllu þessu. Og í síðustu viku, þegar ég var að böggla svona mikið með þetta innra barn, skilurðu, þá hugsaði ég, persónuleiki minn var bara fyrirferðarmikill í síðustu viku. Og þetta með sálarþroskan, þegar við verðum pirruð á því að vera triggeruð, að vera sett út af laginu og svona, þá það vegna þess að sálin okkar, hún komin, hún vill hjálpa okkur að losna undan persónuleikanum. Skilurðu, persónuleikin, ég meina persónuleikin minn sko, þú veist, þessi Steinunólína með persónuleika, þú veist, hún veit ekki hvort hún vill vera leikari eða forseti eða hvort hún vill skrifa bækur eða leikrit og þetta allt svona þvælast í henni. En sálin mín eitthvað allt annað. Og ég var að hugsa að reyna að gefa þessum persónuleika dálítið frí. Gefa persónuleikanum frí, þar að segja þegar ég finna persónuleikin með allan sinn farangur og allt sitt drasl, að hafa sig of mikið í frammi að leyfa honum það ekki, skilurðu. Hvíla persónuleikan svo sálin geti verið aktífari. Og það þýðir þá að... En það ekki pinkað svo partasálfræðin, þú verður að leyfa því að sýna sig og láta það fara? Jú. Hérna kemur þetta persónuleika dæmi og takk fyrir. Farið fram á biðstofu. En þetta líka, sko, ég bara, þú veist, maður tekur þetta líka eftir þessu, þú veist, þú veist, þegar maður heilsar fólki, bara glaðlega, nei, komdu sælblessu og maður fær eitthvað, sæl. Þá sér maður að þarna persónuleiki í vandræðum. Einmitt. Skilurðu? Af því að sál myndi alltaf heilsa fallega. Sálin myndi alltaf heilsa fallega. Skilurðu? Sálin myndi, af því að sálirnar eru úr sama forsinu, sem bara life force, skilurðu? Og sálirnar hafa ekki skoðanir á hvert öðru. Nei, sálirnar ekki móralistar. Nei. Þær eru ekki, sálirnar, það pláss fyrir allt í sálunum, skilurðu? Og sálin hefur fullkominn skilning og bara öllu sem að allt þarf að vera til. Bæði hið góða og vonda, til þess að bara það sé balans í heiminum, dagur, nótt, veist, allt þetta. Meðan að persónuleikin hefur alls konar skoðanir og persónuleikin fastur líka í hugmyndum það eitthvað eigi að vera einhvern veginn svona. Persónuleikin hefur fest sig í reglum, skoðunum. Ég ekki í Sjálfstæðisflokkinn, ég fer aldrei í kirkju, ég versla bara í Bónus. Skilurðu, persónuleikinn búinn að festa sig í einhverju, menn að sálin alltaf alveg frjáls. Einmitt. Og það þetta ígótað sem við erum að tala þú deyrð frá öllum þessum skilyrðingum sem þú hefur sett á þig, eða hvað? Það ekki það sama? Já, sko, það má alveg kalla það. Ég held þetta bara fyrir mig að hugsa það, að leyfa sálinni að ráða meira
heldur en persónuleikanum. Já, ok, Ég er sjálf orðin þreytt oft á persónuleikanum, Já. meinandi það, ég er þreytt á svona gömlum viðbragðskerfum í þessum persónuleika. Já. Vegna þess að ég finn Já, þetta er ekki ígótað, ég skil, þetta er aðeins annað. Þetta er bara ofureinföldun. Við erum sál sem er bara miklu stærri heldur en líkaminn og þessi persónuleiki. Sálin er eilíf, þú veist, þegar líkaminn deyr og persónuleikinn, þú veist, með henni í þessum líkama, þá heldur sálin áfram, skilurðu, og fer bara inn í onessið og er með því, skilurðu. Og ég ætla svona, þú veist, í staðinn fyrir að, þú veist, taka marga daga að vera í svona vandræði með persónuleikann sinn, þú veist, á stundum bara að segja, heyrðu persónuleiki, þú veist, hlustaðu betur, notaðu sálina meira og gefðu persónuleikanum minna pláss. Þú veist, hvað er þessi persónuleiki? Þú veist, það er eitthvað svona, það er týpan sem þú ert. Og þú veist, maður finnur að sumt af því sem að maður hefur kannski ræktað eða hefur þroskast í manns persónuleika er svona að slakna, skilurðu. Vegna þess að sálin vill meira pláss. Og hún vill að við áttum okkur á því að persónuleikinn, það er miklu minna hald í honum heldur en í sálinni, skilurðu mig? Já, ég skilji. Þetta allavega fyrir mig, sko þetta náttúrulega lærir maður mjög sterkt með því að eiga mörg börn sem eru með allskyns persónuleika, skilurðu? Já. Og maður þarf að átta sig á að ekkert þeirra er verðugra en annað, eða þú veist, það er það sem maður lærir með því að eiga mörg börn eða vera með mikið af fólki í kringu sig. Já, og börnin þín eru náttúrulega með hluta af þínum persónuleika og þinni sögu og svo hluta af Nikka og það er sú samblöndun sem á sér stað og býr til þeirra persónuleika sem er úr ykkur báðum, skilurðu. Og svo fattar maður bara að þetta eru bara, einmitt, þetta er eins og... En sálin þeirra, hún er ykkur Nikka og óviðkomandi. Nákvæmlega. Og það er hún sem er sko áhugaverðust. Ég meina, það er hún sem að við eigum að vera forvitnust hjá öðru fólki. Hvernig lítur sálin út? Þess vegna, maður er ofta að láta persónuleika fólks trufla sig. Láta það einhvern veginn, þú veist, við erum að draga ályktanir af því að hvernig persónuleikarnir haga sér. Þessi er alltaf með læti, þessi er alltaf að grínast, þessi er alltaf einhvern veginn eins og fíla, skilurðu. En að sjá í gegnum persónuleikan og sjá sálina, það er þetta með hlustunina. Það er eins og, hérna, hvað hann heitir nú þarna, þessi indverski sem er alltaf svo reiður. Eitthvað einsta? Nei, svona gamall spekingur. Þegar hann segir, sko, lausnin á öllum vandamáli, ég man ekki hvað hann heitir, skiptir ekki máli, það er sama hvað hann gott kemur, lausnin á öllu er að læra að hlusta. Skilurðu, að virkja hlustunina, og þá erum við ekki að tala um eyrun, heldur hlustunina sem verður til þegar að skyndilega verður almyrkva í stofunni og þú þarft einhvern veginn bara með skynjunar, þú veist, að kveikja á öllu, þá ertu í sálarrýminu, skilurðu? Já. Þetta er skemmtilegt. Já, veistu það ekki? Jú, en mér finnst ég ekki vera langt frá þessu. Mér finnst þetta vera það sem hefur verið að gera. En mér langaði svo að ræða við þig svona, hvað finnst þér til dæmis fyndið í þínum persónuleika? Í mínum persónuleika? Já. Hrokinn varðandi, sko, hroki varðandi hvað er smart og ekki smart. Já. Svona í sambandi svona hroki, býtu, nú þarf ég að koma með dæmi þannig að þetta sé skemmtilegt til þess að segja hvað þetta er fyndið. Sko, persónuleikanum Steini Nólinu finnst gaman að stuða. Já. Skilurðu? Já. Mér finnst gaman að, persónuleikanum Steini Nólinu finnst gaman að koma og vera einhver svona katalisti, búið til breytingar, búið til eitthvað sem að, þú veist, hrista upp í hlutunum, sko. Og persónuleikanum Steini Nólinu finnst alveg ótrúlega gaman á alls konar vitleysu. Já. Skilurðu, að fíflast alveg ótrúlega mikið, sko. Persónuleikunum Dóru sem finnst gaman að taka ekki þátt í mainstream hlutum.
Já, vera öðruvísi. Vera öðruvísi. Vera öðruvísi, já. Það persónuleikinn Dóra hefur mikið verið í því klæða sig öðruvísi, getur ekki farið, ef allir fengur sér millitúlku, nei þá fékk ég mér einhverja aðra. Já, persónuleikunum fyrir gaman að búa til svona eitthvað sjálfstæði. Já. Persónuleikunum Steinunni Ólínu hefur líka gaman að svona smá dramatík, sko. Mér finnst gaman að svona smá vesenni, skilurðu? Já. Og þú veist, og ég meina, ég sé þetta bara á sjálfur mér í gegnum tíðina. Ég hef verið svona lagin við að koma mér í svona dálítið erfiðar aðstæður. Persónuleikanum mínum hefur fundist það skemmtilegt, skilurðu, og svo bara fylgist sálin með ferðalagi persónuleikans og svo það sálin sem segir, já, ég elska mín, var þetta sniðugt? Já, var það hvað græddum við á þessu? Hvað græddum við á þessu? Hvað hlýja var eftir, eða hvað skilurðu, af því að sálin á einhverju ferðalagi og hún í slagsmálum oft við persónuleika. Já. Skilurðu? Já. Ok, þú búin að hugsa þetta aðeins lengur en ég. Mér finnst þetta svo skemmtilegt. Þetta mjög skemmtilegt. Þetta gefur mér svo mikið pláss. Já. Og þetta gefur mér líka að ég geti hvílt í sálinni. Persónuleikinn minn, það líka þú veist að því ég er búin að skoða þetta, að hafa svona skoðanir á hlutum sem fólk gerir. Þú veist, það hrokinn. Þú veist, að svona finnast bara fólk vera hálfvitar. Já. Þú veist, að hafa skoðun á bara, gerir maður svona? Já. Er maður, mætir maður eldir maður öll kokteilboðin? Já. Þú veist, hvað það? Að finnast það vera hallarislegt? Finnast það vera, já. Vera svona, í staðan fyrir bara að sálinn fari bara og hitti aðra sálir, sko. Já, nákvæmlega, þú veist, og þú veist, maður har alveg fundið þetta, sko, að stundum hefur persónuleiki manns útilokað ákveðna hópa, skilurðu? Já. Ég tala ekki við svona fólk eða ég skil ekki svona fólk eða eitthvað hitt, ég læt ekki sjá mig með svona fólki eða ég tilheyri ekki þessu fólki. Já. Þú veist, það er bara, it's so wrong. Skilja, þetta eru líka sálir, það er bara einhvern veginn bara, wow. Já, af því að persónuleikin uppfullur af því, þú veist, hvað er rétt, hvað er rangt, hvað er flott, hvað er ekki flott. Já. Hvað er gáfulegt, hvað er heimskulegt. Skilur, hann er rosalega upptekinn af hugmyndum. Já. En við skulum muna að þessar hugmyndir eru það sem kemur í gegnum foreldra okkar. Já. Skilurðu? Já. Það tilheyrir ekki sálin okkar. Já. Þannig að rannsaka betur sálinar sem er fordómalaus. Já. Skilurðu? Já. Leyfa henni að stjórna betur. Og þetta tengist alltaf ljóðunans Rúmi að mæta hverjum gesti með gleði, með opnum huga til þess að reyna að hlusta eftir hvaða sál býr þarna, þrátt fyrir persónuleikan. Þú veist, persónuleikin er hávær, þú veist, uppvöðslusamur, frekur, þú veist, eitthvað. Láta það ekki trufla sig, það eru bara leiktjöldin. Það eru bara leiktjöldin. Nei, það er náttúrulega rosalega erfitt þegar maður hittir fólk sem fyrir alveg óendanlega í taugarnar á manni. Og maður bara, hvað er þetta? Af hverju þoli ég ekki að vera í kringum þessu, af hverju þoli ég ekkert? Já, það er persónuleikiðinn að hafa skoðun á öðrum persónuleika. Og ég er að spá í, getum við þjálfað það upp að slökkva á persónuleikanum þegar við mætum einhverju nýju og fara betur inn í hlustunina og leita eftir sálinni. Já, hvað er það þarna? Já. Ekki láta hegðunina trufla okkur. Ég held samt líka, ég er líka góð í þessu. Já, ég þú ert það. Já, og ég finn það bara eins og ef ég hugsa nemendur mína upp í Listaháskóla, ég bara fann gullið í þeim öllum. Ég bara vissi alveg gullið í þeim öllum, sko. Já, þú veist, sem var sálin eða einhvern veginn það sem þau komu með sérstaklega. Já. Nú verður gaman. Ég kom með svo marga sjóði. Ég er búin að safna mjög mikið til dæmis í Guðbardssjóði minn. Ok, og ætlarðu að fara að endurfjármagna? Nei, ég er að safna. Ég þarf ekki að ég get endurfjármagna kannski til þess að fá mér betri bíl eða eitthvað svona, þú veist, því að það er kannski að uppdata hann. Ég ætla bara að benda þér að þú þarf kannski að fara að fá þér nýjan sundból. Þú þarf kannski að endurfjármagna til að fá þér nýjan sundból. Þetta er svo rétt. Minn er hrikalegur. Heyrðu, ég ætla að búa til sundból. Farðu niður í Íslandsbanka, ég mana þig og segðu,
get ég endur fjármagnað vegna sem ég vantar nýjan sundvöll. Já, ég ætla að gera það. Íslandsbanki er bestur. Veistu það að þátturinn er búinn? Við erum búin að vera að tala saman í næstum 50 mínútur. Er þér farið að leiðast? Nei, ég vil bara ekki, ég er bara svo lengi að klippa Já. ef við tölum og lengi. Heyrðu, þá segjum við bara Chikui, takk Já, fyrir kakóið Chikui. og takk mamma fyrir að leyfa okkur að vera hérna. Við elskum að vera hérna. Já, það er þetta geggja er næs. geggja. Og hérna, og ég ætla að hlusta á hvort að hljóðrástin er ekki góða því að þeir eru að elda hérna og meðan við erum og ég held að, þú veist. Heyrðu, en það má alltaf með segja það með þennan ágæta stað, þetta andlega menningarheimili, mamma, í Bakarabrekkunni, að mér finnst maður oft finna hér, með fastagesti, að fastagestir mæta hér meira í sálarrýminu heldur en í persónuleikarrýminu. Skilurðu? Já, en maður hittir líka svona, svona persónuleika sem eru miklu sjamanar. Sem er persónuleika, sem er líka persónuleika. Það er líka persónuleika. Það er líka persónuleika, skilurðu. Það að vilja vera sjaman er persónuleikapróblem. Já, sem er persónuleikapróblem. Þannig að ég hef líka mjög gaman af því. Ég meina, sko, við höfum ekki að þurrka út persónuleikan. En málið er það bara að persónuleikin má ekki vera með okkur. Af því hann er svo fastheldinn í eitthvað að hann verði að vera í þjáningunni eða hann verði að halda upp einhverju eða eitthvað. Eða hafa skoðun. Sko, við getum frelsað okkur undan persónuleikanum. Japs. Það er það sem að, það er vegurinn sem ég er á núna. Og svo verð ég að segja að það sem búið allan tíma með uns búin að tala, þá er ég búin að vera að horfa á human design inn í mér, í huganum, af því að það eru rauðu línurnar, það eru designið sem voru línurnar áður þú fæddist, 3 mánuðum áður, og svo er personality sem eru línurnar þegar þú fæðist. Því hún leið þú fæðist, þá byrja persónuleikin að vera settur á þig. Nákvæmlega. Þannig að rauðu línurnar, ég held alltaf að þær eru svona að það er hið ómeðvitaða í þér. Það er designið í þér áður þú fæðist og þú ert átt ómeðvitaður. Það er sálin. Það er sálin. Þannig að fyrir ykkur sem er að skoða human design, skoðið betur rauðu línurnar. Já, og svo mæli ég með að fólk panti sér tíma hjá Dóru. Það fólk er svo gargandi ánægt með hvað þú ert að segja um human design. Já, er það ekki bara? Já. Það er mjög gaman. Hérna, og svo, heyrðu, ég ætla að segja. Þú ert góð í öllu, Dóra. Ég er góð í því. Nei, þú ert ekkert sérstakur kokkur. Nei, ég er agalug kokkur. Ég ætla samt að segja, það sem ég dreymir um að gera í human design og þið sem eru að hlusta með heyra þetta, það er að hitta eins og vinkonahópa og skoða kortinir og dýnamíkinu þeirra saman og fjölskyldur. Því það er rosalega gaman að sitja með foreldri og skoða börnin þeirra og energi á milli. Svo fikk ég dóttur vinkonu minnar í gær og hún er 20 og skoða með hennis dýnamíkina sína við mömmu sína og systur sína. En geggjað. Og þá fattar bara, vá hvað væri gaman að sitja með 5 manna fjölskyldu og tala þau þurfa náttúrulega að vera komin á einhvern aldur, sko, og tala dýnamíkina á milli þeirra. Að okkur vantar svo mikið blueprint til þess að halda á samtölum og energíinu inn í fjölskyldukerfunum okkar. Nákvæmlega. Ég ætla að segja, vegna þess að ég er ekki búin að svara, það eru sko 10 konur búin að skrifa og langar að fara með okkur til Portugal og gera eitthvað skemmtilegt. Já, hver er það að fara? Sko, nú þurfum við bara að hugsa þetta. Ég ætla að reyna að, ef ég get einhvern verið svolítið skipulögð, ef að persónuleiki minn getur skipulagt sig. Þá ætla persónuleikin að taka saman hennan hóp og búa til lítinn hópinn á Facebook eða Instagram eða eitthvað. Og svo bara byrjum við að plana. Við gerum eitthvað skemmtilegt. Þannig að ég er... Því að Æslandir flýgur til, sko, Portugal. Það er alltaf flogið og... Nákvæmlega. Herru, takk fyrir í dag.